Það Dóri, 2-2 lokatölur hérna í Víkinni, svona, hvernig horfir á hana punkt? Við ætlum okkur svo sannarlega að vinna þegar við mættum hérna, en svona eftir hvernig staðan var orðin, 2-1 undir á móti frábæru liði og manni færri, þá auðvitað, tökum við bara stíð. Hvernig svona sá þetta rauða spjald við þér? Ég bara viljandi ákvað að horfa ekki á þetta aftur. Eins og þetta leit út af vellinu, þetta klaufalegt hjá Viktori Karli, einhvern veginn á lengi á boltanum og flækist svo einhvern veginn í honum þarna, en mér datt aldrei í hug að vera að koma rautt spjald, kannski ég bara sá þetta ekki nógu vel, en mér finnst einhvern veginn bara flækja saman, hann var ekki, Viktor Karli var ekki aftastur maður, langt frá og þetta var held ég ekki upplagt marktækifæri, en ég var bara eftir að sjá þetta aftur ef þetta rétt ákvörðun í var og bara hrikalega vel gert hjá honum. Ef hún var röng þá bara eins og það var bara saman hann og okkur þjálfur og leikmenn, við slamum en dag og bara fer maður með óbreiða kottan og svo bara vakna á morgun og gerir betur næst, en svo bara vonandi var þetta hárrétt hjá honum og þá bara vel gert. Svona skömmu eftir þetta rauða spjald þurfa aðeins að þjást en jafni metinn og síðan sæki hreinlega bara til sigurs eða eitthvað? Já, ég held við tókum veldig góða ákvörðun þegar þeir pinnu okkur alveg niður eftir að Viktor var út af og svona overlóði kantsvæðin og komast mjög góða fyrirgjáðstöður, þannig að fórum í 3 hafsend á vangbakverði, þannig náðum að stíga aðeins betur á það fannst mér og halda þeim svona frá, við áttum marga krossa og okkur fyrst leikættir og löngu innkvösti, mér ætti svona að halda þeim frá einhvern góðum færum og sama tíma vorum við ógna voru fyrstum leikætturum og einhvern skyndisóknum hérna, þannig að já, við ætlaðum okkur að sækja þetta aðeins kannski að gamla lífinu fyrir það, en bara heilt yfir held ég í 50 mínútur stórkostlegur fótboltaleikur, 2 góðra liða og bara synda fengum ekki aðeins meira af því. Svona bæði mörkin hjá ykkur komu eftir fyrstu leikadrið boltinn á fjær og Damir skallar hann inn. Var þetta uppleiki fyrir leik? Já, Eiður Ben var búinn að kortleggja mjög vel hvernig þið verða svo með leikadrinum og þú mútt bara kíkja í æbandinu á okkur, þetta var beint af engasvæðinu og bara vikið hrós og Eið fyrir þetta og þessi svona mörk gefa bara svo mikið, þessi svona þægilegu mörk, þannig að við bara þykjum það, virkilega vel gert á Damir í báðum tilfellum og svo Gauta og Tobiasi og bara þetta svona, fyrst leikadrið, þetta að setja þetta vel upp, svo þetta líka bara þarftu bara grimmd og ætlaðir hluti og sjá fyrir að þú setja að skora og minnst þið gera það vel. Hvernig svona myndirðu nána framtíð? Það eru 2 leikir eftir hjá ykkur fyrir tvískiptingu, heldur betur lífið í þessari toppbaráttu? Já, bara en þó allt bara galopið og bara eins og verið allt að liða að vinna og tapa stigum einhvern veginn til skiptis og öllum mögulegum og ómögulegum stöðum og bara erfitt að rýna í þetta, þannig að við þurfum bara aðeins að fókusa á okkur, mér líður svona eins og þegar við fyrir 1,5 sólarhring fórum við í flugvél og hvernig komum okkur heim til Íslands, einhvern veginn búin að tryggja Evrópudeildina, það voru svona 20 kíló sem fóru held ég á öxlanum á mönnum, ég held að menn ekki alveg átt sig á því fyrir en eftir á og þannig að við bara núna fáum góða pásu til að aðeins að recovera og regrúpa og með orkustíð sem var í okkur hérna fyrstu 50 mínútur núna nýlendir að þá er ég bara mjög bjartsýnn á að við getum bara keyrt á þetta full force núna. Takk hérlega, Dóri. Takk.